I remember being young and so brave. I knew what I needed. I was spending all my nights and days, laid back daydreaming. But look at me, I'm a big girl now. Said I'm gonna do something. Told the world I would paint this town. Now I bet you I'll run this. Nú reki mitt eigi fyrirtæki sem með ráðgjöf og námskeið fyrir fyrirtækjastofnanir. Ég heiti Gullveig Sæmundsdóttir og ég var ritstjóri Nýs lífs í 23 ár og kenndi síðan erlendum starfsmönnum leikskóla og grunnskóla íslensku í 3 ár. Ég heiti Friðrika Hjördís Geirsdóttir og vinn hérna á 365 miðlum. Ég heiti Heiðdís Lilja og ég 41 árs. Ég menntaður lögfræðingur og píanókennari, en svo hef ég líka starfað lengi sem blaða- og fréttamaður. Ég mannfræðingur og ég framkvæmdastýra Jón Women á Íslandi. Og ég heiti Auður Ava Ólafsdóttir og rithöfundur, listfræðingur og kennari hérna við Háskóla Íslands. Konur vinna hugsa ykkur 2/3 af starfum heimsins en það eiga 1% af eignum heimsins. Þannig að það einhver að notfæra sér, einhver. Ég hef aldrei hugsað mig sem endilega stelpu, ég hugsa mig sem manneskju og ég hugsa að ég hafi alveg eins mikið fram á að færa eins og einhver annar og miðum ekkert endilega við konur heldur bara við kallaða manneskjur. Mér finnst skipta miklu máli að konur standi saman og styðji hver aðra. Og konur og styðji kalla og fái kallana til að standa með konum þannig að kynin styðji hvert annað og standi saman. Jón Women að benda á að alveg eins og við getum ekki klappað annarri hendi þá getum við ekki náð jafnrétti kyninum að vinna saman. Konur og menn og stelpur og strákar. Mér langar svolítið að tala fyrirmyndir, því að mín helsta fyrirmynd í rauninni mamma mín sem nú látin, en hún hvatti mig alltaf áfram í námi, hvatti mig til að mennta mig. Mín helsta fyrirmynd hún heitir Jane Goodall, hún mannfræðingur. Hún fór í austurhluta Afríku, ég man ekki alveg hvert, þar sem hún gerði rannsókn á Simpsons. Og mér fannst þetta bara eitthvað svo brjálæðislega cool að geta verið mannfræðingur. Þú veist, farið hinum inn á hnöttinn og verið bara inn í frumskói ein og geta gert allt. Mér finnst ég sjá svo margar flottar fyrirmyndir í dag, til dæmis í öllu þessu unga fólki. En mér langar að nefna eitt nafn sem mér ekkert vandabundið. Það frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. Ég held að konur sé að mörgu leyti andlega sterkari en karlmenn. Þannig að trúa sjálfa sig, elta draumi sinn og bara hugsa ég góð í þessu og standa með sjálfu sér. Ekki gera of mikla kröfu til sín og ekki þurfa að vera fullkomin til að geta gert eitthvað. Mér held að skipti bara máli númer 1, 2 og 3. Það að við séum öll meðvituð að við erum öll eins. Hlusta á sjálfið, fylgja hjartanu og huga og hlusta á skynsemina líka. En ég hef alltaf verið mjög stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Og ég stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Stolt af því að vera stelpa. Ég stolt af því að vera stelpa. Stolt af því að vera stelpa. Ég 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 stolt af því að vera stelpa. Whatever I want.